Jæja, vinir, komið þið sæl. Ég hef kosið að kalla þetta erindi mitt í dag í anda og krafti Elía. Og ég gerir mér fulla grein fyrir því að það er engin leið að ég geti farið ítarlega yfir söguna á honum Elía, því að það er svo mikið efni, mikið innihald í hans sögu. Og því séður á hálftíma að ég geti klárað það allt saman, en ég langaði að skoða þetta svolítið í hverju þetta felst að vera í anda og krafti Elía. Mörg okkar kannast kannski við söguna af Elía, en hvaða þýðingu hefur saga Elía fyrir okkur í dag? Það er stóra spurningin sem mér langar að velta upp hérna með okkur í dag. Nú við munum vantarlega öll líka eftir söguna því þegar engill kom til Sakaría, föður Jóhannesar skírara, sagði honum að Elísabet, kona hans, myndi fæða son og að hann skyldi heita Jóhannes. Og það er eitt sem að engillinn sagði við hann sem er mjög merkilegt og kannski margir gefa ekki mikið gaum að. En það segir þarna í Lúkas 1:17 og hann, það er sem sagt Jóhannes, mun ganga fyrir honum, sem er þá vantarlega drottinn, í anda og krafti Elía. Anda og krafti Elía. Hvað á hann við með því og hvað felst í því að ganga í anda og krafti Elía? Það er spurningin mín í dag. En áður en ég ætla að fara þangað, þá langar mig að minna ykkur á hver er okkar sæla von. Því að það segir frá því í Títus 2:13, því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir oss að afneita óguðlegg og veraldlegum gindum og lifa hólátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum. Í eftirvæntingu vorar sælu vonar að þinn mikli Guð og frelsari voru Jesú Kristur opinberast í dýrð sinni. Þetta er okkar sæla von, það er að Jesús birtist í skýjum himins. Og Páll, hann segir okkur líka í síðara Þessalónikubréfi 4:16-18 að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú og Krist munu fyrst upprísa, síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppörfið því hver annan með þessum orðum. Þetta er okkar sæla von, okkur brennheita trúar vissu von. Og við eigum að uppörfa hvort annað með þessari sælu von sem við eigum. En þessi dagur er ekki gleði dagur fyrir alla. Við sjáum það hér þegar við förum í síðasta kaflan í Gamla testamentinu. Allra síðasti kaflinn í Gamla testamentinu. Það er Malaki, 4. kafli. Ef við lesum fyrstu 3 versin í þeim kafla, þá segir þar: Því sjá dagurinn kemur brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeir sem guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir. Og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar. Svo að hvorki verður eftir af þeim rót né kvistur. Og þarna sjáum við að þetta er ekki blessuð von fyrir alla. En svo heldur hann áfram að segja: En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin upp renna með græðslu undir vængjum sínum og þeir munu útkoma og leika yður eins og kálfar sem út er hleypt úr stíu. Og þér munu sundur tróða hennar óguðlegu því að þeir munu verða aska undir iljum yðar. Á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Nú það er ekki þannig að ég hafi einhvern sérstakann áhuga á því að sundur tróða hennar óguðlegu. En þetta verður samt sem áður mikil gleðistund fyrir þá sem eins og segir þarna óttast nafn Guðs. En hvernig tryggjum við að við séum ekki á meðal þeirra sem brenna upp sem hálmleggir? Hvert ættum við að fara til að komast að því? Hvar við fáum vísbendingu hvað við þurfum að gera til að vera á meðal þeirra sem leika sér eins og kálfar sem hleyptir út af vori? Hvar fáum við vísbendingu það?
hvað við þurfum að gera. Hvað með að skoða bara næsta vers 4? Einhver vísbending þar hvað við þurfum að gera? En þar segir, munið eftir lögmáli Móse þjóns míns, þess á Herob fól setninga og ákvæði fyrir allan Ísrael. Þetta það sem hann ráðleggur okkur að gera til að tryggja að við brennum ekki upp sem hálmleggir, til að við getum litið á þennan dag sem okkar björtustu von. Muna eftir lögmáli Móse, segir hann. Og síðan heldur hann áfram í versunum 4 og 5 og segir, sjá, ég sendi yður Elía spámann, áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur. Og hvað mun hann gera? Hann mun sætta feður við sonu og sonu við feður til þess að ég komi ekki og ljósti landi banni. Þetta eru síðustu versin í Gamla testamentinu og það spádómur. Sjá, ég sendi yður Elía spámann áður en hinn mikli og hræðilegi dagur drottins kemur. Og hvert hlutverk hans? Hvaða skilaboð mun hann hafa til okkar þegar hann kemur? Heldur að það séu mikilvæg skilaboð, eitthvað sem við þurfum að leggja eyrun við. Hann segir, hann mun sætta feður við sonu og sonu við feður. Er það mikilvægt? Þetta síðasti boðskapurinn í Gamla testamentinu. Þetta allra síðustu orðin sem Guð hafði að gefa Ísraelsmönnum fyrir tíma Krists. Og eftir þetta var þögn í 400 ár, allt frá dögum Malaki þar til tíma Nýja testamentinsins. Engin nýr spádómur allan þennan tíma, algjör þögn. Og hvað lokaboðskapurinn? Hann ætlar að senda Elía. Og til hvers? Til að sætta feður við sonu og sonu við feður. Er það virkilega það mikilvægasta sem hann gat sagt okkur í lok Gamla testamentisins? Og hvað var hann nýbúinn að vera að tala um? Að sumur muni leika sér sem kálfar þegar þeim sleppt út af vori, en að aðrir muni brenna upp sem hálmleggir. Hann nýbúinn að hvetja okkur til að muna eftir lögmáli Móse, til að tryggja okkur rétta stöðu frammi fyrir Guði. Og svo lýkur hann þessu með að tala að sætta feður við sonu. Og hverjar eru afleiðingarnar ef það gerist ekki? Hann segir, til þess að ég komi ekki og ljósti landið banni. Nú ég skil vel að Guð vilji lækna brotin sambönd og Guð vill vissulega að það sé sátt á meðal fjölskyldumeðlima og það lækning í nafni Jesú Krists og allir hafa brostið hjarta sem aðeins Jesús getur læknað og hann gerir það. Jesús hinn sami í gær, í dag og að eilífu. Hann læknar enn brotin hjörtu. En hann í raun að tala það hér? Og það kann vel vera að svo sé. En ég tel að það sé meira í þessu sem við þurfum að skoða, því að ef þú hugsar út í það, var það boðskapur Elía að bæta sambönd innan fjölskyldna. Hver var í raun boðskapur Elía? En áður en við förum þangað, þá langar mig að benda ykkur á eitt vers, hérna í Malaki 2, sem sagt 2 köflum á undan og versi 10. En þar segir, eigum við ekki allir hinn sama föður, hefur ekki einn Guð skapað oss, hvers vegna breytum við þá sviksamlega hver við annan og vanhelgum sáttmála feðra vora. Það þetta sem hann að tala um. Sáttmálinn við Guð sem gerður var við feðurnar. Ekki gleyma feðrunum, ættfeðrunum og sáttmálanum sem Guð gerði við þá. Og einnig þetta að það segir, hvers vegna breytum við þá sviksamlega hver við annan? Að þegar við gerum það, að þá vanhelgum við sáttmála feðra vora. Að þegar við komum inn illa fram við náungan, að þá vanhelgum við sáttmála. Og þess vegna þarf að sætta feður við sonu og sonu við feður. Og sjáðu líka hér í 2. Mósebók 3:16. Far nú og safna saman öldungum Ísraels og mæl við þá, Drottinn Guð feðra yðar birtist mér.
Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs og sagði: Ég hefi vitjað yður og séð hversu með yður hefur verið farið í Egyptalandi. Þetta eru feðurnir sem við þurfum að muna eftir og sáttmálin sem Guð gerði við þá. Við þurfum að sættast við þá, eins og Malaki segir. Hann er ekki bara að tala fjölskyldur, að það þurfi að bæta sambönd þar. Heldur er þetta fyrst og fremst að tala að snúa aftur til þeirra trúar sem feðurnir höfðu. Trú feðra okkar leiðir okkur aftur til föður Abrahams, sem átti marga syni. Við erum börn Abrahams og Guð vill snúa hjörtum okkar til feðra okkar, Abrahams, Ísak, Jakobs, Móse, Postulana og Jesú Krist. Guð vill koma á vakningu í kirkjunni og þessi skilaboð, þessi vers er að tala vakningu á síðustu dögum, siðbót á síðustu dögum, sannleikurinn í okkar tíma. Og á þessum síðustu dögum kallar Guð okkur aftur til þeirra trúar sem feður okkar höfðu. En staðreyndin er að það hefur átt sér stað fráhvarf frá þeirri trú sem þessi feður okkar höfðu. Og strax eftir tíma postulana átti sér stað fráhvarf. Páll spáði því í síðara Þessalónikubrefi 2, 3 og 4 þar sem hann segir: Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Og þegar frumkirkjan var spillt með því að hverfa frá einfaldleika fagnaðarins og samþykja heiðna siði og venjur, misti hún anda og kraft Guðs, og til þess að hafa stjórn á samvisku fólksins leitaði hún stöðnings hins veraldlega valds. Og niðurstaðan var páfadómur, kirkja sem stjórnaði ríkisvaldinu og notaði það til að efla eigin markmið, sérstaklega til að refsa fyrir það sem hún kallaði villutrú. Og það var hryllilegt fráfall, miðaldarkirkjan, rómverska kirkjan og blóðbað ofsóknanna á myrkum miðöldum, þar sem að 50 milljónir manna létu lífið. Og svo hér á síðustu dögum er enn eitt fráfallið. En Guð kallar fáa trúaða til að snúa sér aftur að trú feðranna, trú Elía, Jóhannes skírara, sem kom í anda og krafti Elía samkvæmt Jesú. Við gerum það með því að leyfa Guði að umbreyta hjörtum okkar. Því að mesta kraftaverki sem Jesús vann var ekki að reisa fólk upp frá dauðum eins og Lasarus og dóttir Jærusar. Stærsta kraftaverkin sem Jesús vann og heldur áfram að vinna er einmitt að umbreyta hjörtum. Og það er ekki í okkar eðli að bera kærleika til annara. Að þegar við verðum kærleiksrík er það vegna þess að Jesús er að breyta okkur og hjálpa okkur að játa syndir okkar fyrir hvort öðru og játa syndir okkar fyrir Guði og upplifa lækningu. Að sætta feður við sonu og sonu við feður, í því felst lækning. En hver var boðskapur Elía? Til þess að skilja boðskap Elía þarftu að skilja líf Elía, og það er dramatísk saga sem er að finna í fyrri konungabók, köflunum 17, 18 og 19. Sagan hefst á því að Elía boðar þurrkatíma og það er hræðilegt trúarlegt fráfall á tíma Elía. Akab konungur kvæntist konu að nafni Jezebel og Jezebel var dóttir Ed-Bals, og bara í nafnið segir okkur að hún fæddist inn í fjölskyldu skurku að dyrkenda, og Akab hann giftist rangri konu. En við skulum skoða þetta hérna aðeins í samhengi. Ef við lesum í fyrri konungabók 16, vers 30 og 31. Akab, sonur Omri, gjörði það sem illt var í augum drottins og hegðaði sér verr en allir þeir sem verið hefðu á undan honum. Og hann lét sér ekki nægja að drýja sömu syndirnar og Jeroboam
Nebatsson, heldur gekk hann að eiga Jezebel dóttur Edbals Sídons konungs og fór hann þá og þjónaði Bal og tilbað hann. Hvers konar tilbeðsla var í gangi hér á meðal fólks Guðs? Fölsk skurgoða dýrkun, og takið eftir að hjónaband þeirra leiddi til þess að fólk Guðs viltist að leið og leiddi það afveða. Leiddi það til skurgoða dýrkunar og falskrar tilbeðslu. Og síðan reisir hann altari fyrir Bal og í musteri Bals. Bal sem var æðsti sólaguðin. Þannig dýrkuðu þeir sólina og þeir tilbeðja Bal og þeir gerðu þessi líkneski. Og við sjáum það hér í versi 33. Akab lét gjöra Asíeru og hann gerði enn fleira til að egna drottinn Guð Ísraels til reiði framar öllum Ísraels konungum sem á undan honum höfðu verið. En hvar kemur svo Elía inn í þessa sögu? Það strax í upphafi 17. kaflans að það segir að Elía Tísbiti frá Tísbe í Gílead sagði við Akab: svo sannarlega sem drottinn Guð Ísraels lifir, sá ég þjóna, skal þessi árin hvorki drjúpa dögn né regn nema ég segi. Þú getur þú séð þetta fyrir þér. Hann æðir inn til konungs og færir þennan boðskap. Hann hefði auðvitað geta verið tekin að lífi á staðnum fyrir að dirfast að koma fram fyrir konung með slíkan boðskap. Því það var ekkert óalgengt á þessum árum að menn voru hreinlega bara teknir að lífi fyrir jafnvel minna en þetta. En Guð, hann verndar sitt fólk og eins og við sjáum í næstu versum og orð drottins kom til hans svohljóðandi: far þú héðan og hald austur á bóginn og fel þig við lækinn Krít sem er fyrir austan Jórdan og þú skalt drekka úr læknum og hröfnunum hef ég boðið að fæða þig þar. Þannig leiddi Guð spámanninn sem gerði alla brjálaða í konungshöllinni. Guð vísaði honum hvert hann ætti að fara í felur og sagan af Elía er fyrirboði sögu kirkjunnar. Það hafðu það í huga þegar við höldum áfram. Og taki eftir þessu að Guð leiðir hann út í eyðimörkina en sér fyrir honum þar. Hann sér til þess að hann hafi vatn og boðar hröfnunum að færa honum mat. Höfum við einhvern tíma lesið hvernig kirkjan eða konan eins og það er orðað í Opinberunarbókinni fer út í eyðimörkina þar sem Guð mun sjá fyrir henni á myrkum miðöldum. 1260 ára spádómur Opinberunarbókarinnar í 12. kaflanum. Elía fór í felur í 3,5 ár og kirkjan fór í felur í 3,5 ár, spámanlegt ár, eða 1260 bókstafleg ár á myrkum miðöldum og ógnar stjórnar tíma. Taki eftir hliðstæðunum á milli Elía og kirkjunar. En við getum hughrist okkur við það að þegar þú stendur með Guði, mun hann sjá þig. Það þýðir ekkert að það sé endilega auðvelt. Heldur að það hafi verið auðvelt fyrir Elía að fara út í óbyggðir? Það var erfitt í langan tíma fyrir hann. En svo bara við eftir nokkur tíma að lækurinn hann þornaði af því að ekki hafði verið rigning í landinu. Hefur það verið augljóst bakslag fyrir Elía? Vissulega. En Guð, hann leiddi hann áfram. En eftir 3,5 ár í felum, þá tökum við söguna upp aftur og mundu að hungursneyðin var í 3,5 ár og við lesum tímasetninguna hversu löng þessi hungursneyð var, ekki þarna í fyrir konungabók heldur í Lúkasarguðspjalli 4:25 og í Jakobsbréfinu 5:17 þar sem okkur er sagt að þetta hafi einmitt verið í 3,5 ár. Og svo við tökum þessa sögu hér upp í 18. kafla af fyrstu 4 versin að löngu síðar kom orð drottins til Elía á 3. ári þurrksins svohljóðandi: far og lát Akab sjá þig, ég ætla að gefa regn á jörð. Og þá fór Elía til þess að láta Akab sjá sig og hallarið var mikið í Samaríu
og kallaði Agab þá Óbadía dróttseta fyrir sig. En Óbadía óttaðist drottinn mjög. Fyrir því tók Óbadía þá Jezebel útrýmdi spámönnum drottins, 100 spámenn, og fal þá sína 50 menn í hvorum helli og byrði þá upp með brauði og vatni. Og það eftir 3,5 ár, og þú lest það einmitt eins og ég segi í Jakobsbréfinu, 5. kafla, hversu lengi þetta stóð yfir. En þarna sjáum við líka að Guð verndar ekki bara Elía, hann gerði það sama fyrir aðra spámenn og skaffaði þeim brauð og vatn. Guð gerir það sama fyrir aðra trúfasta eins og Elía. En við skulum halda hér áfram, vers 17. En Agab sá Elía, sagði Agab við hann, þú þar, skaðvaldur Ísraels? Hver var vandræðagemsinn? Var það Elía eða var það Agab? Það var Agab en ekki Elía. Og Elía svaraði, eigi hafi ég valdið Ísraels skaða, heldur þú og ætt þín, þar sem þér hafið virt boðorð drottins að vettugi og þú elt Baalana. Með öðrum orðum, máli var að Elía var að segja Agab, þú ert að upplifa dóm Guðs vegna þess að þú ert að brjóta boðorð Guðs. Og það sama þarf fólk Guðs að upplifa á síðustu dögum, að þegar við gefum síðustu viðvörun Guðs fyrir fólk Guðs, að snúa aftur til boðorða Guðs, snúa aftur að trú feðrana, snúa aftur til sannrar tilbeiðslu, ekki falskrar tilbeiðslu. Og svo höldum við áfram og lesum hér, en send þú nú og stefn til mín öllum Ísrael á Karmelfjalli, svo að þeir 450 Baalspámönnum og þeim 400 Aseríuspámönnum eta við borð Jesebelar. Svo við erum að tala 850 falsspámenn, 850, hversu margir sannir spámenn? Hefur þú einhvern tímann fundið þig vera borin ofurliði? 850 á móti einum. Hver mun hafa betur? Og hér kjarninn í boðskap Elía, og þessi boðskapur yrði endurtekinn á tímum Jóhannesar skírara og á myrkum miðöldum, en sérstaklega á allra síðustu dögum. Boðskapur Elía, það endurkoma boðskapar hans til okkar kynslóðar, eins og við lesum hér í versi 21. Að þá gekk Elía fram fyrir allan líðin og mælti, hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða? Sé drottinn hinn sanni Guð, þá fylgið honum, en ef Baal það, þá fylgið honum. En líðurinn svaraði honum engu orði. Og það sorglegt. Elía kallaði á þá til að ákveða hvort Jehóva eða Baal væri hinn æðsti Guð, skapari og dómari heimsins, og fylgja honum einu, en fólki svaraði ekki einu orði. Þeir hefðu strax átt að hrópa, við viljum fylgja drottni. En það hættulegt að haltra til beggja hliða. Ef Jesús hinn eini frelsari, þá skulum við halda okkur við hann einan. Ef Biblían sannleikur Guðs, þá skulum við virða hana og taka á móti boðskap hennar í heild sinni og beygja skilning okkar undir þá kennslu sem hún veitir. En Baal hann hafði alla ytri yfirburði, Baalspámennirnir. En atburðurinn kennir okkur að við þurfum ekki að óttast menn. Sá Guð sem svarar með eldi, hann Guð. Friðþæging fæst aðeins fyrir fórn. Sá Guð sem hefur vald til að fyrirgefa syndir, hann kemur því til leiðar fyrir syndar fórn. Hann sá sem leysir okkar undan ógæfu syndarinnar. Elía leitaði ekki eigin dýrðar, heldur Guðs, fólkinu til heilla. En fólkið allt sammála, samfært, drottinn Guð. Og vonandi hafa einhverjir snúið kjörtum sínum, en flestir voru ekki tilbúnir. Vers 22. Þá mælti Elía til liðsins,
Ég er einn eftir að spámönnum drottins, en spámenn Bals eru 450. Fáið oss nú 2 naut, skulu Bals spámenn velja sér annað nautið og hluta það sundur og leggja á viðinn, en leggja eigi eld af. En ég mun fórna hinu nautinu og leggja á viðinn, en leggja eigi eld af. Ákallið síðan nafn yðar Guðs, en ég mun ákalla nafn drottins. Sá Guð sem svarar með eldi er hinn sanni Guð. Og þá svaraði allur lýðurinn og sagði, þetta er vel mælt. Var það sanngjarnt próf? Ég held að það hafi verið það. Því að þeir tilbiðja sólina. Þeir dyrkuðu Bal, æðsta sólguðinn. Þeir ættu að hafa möguleika á því að finna einhvern eld. Þeirra trú hefur að gera með að tilbiðja sólina, hvað heitasta í alheiminum. Og þá sagði Elía við spámenn Bals, veljiði þið nú annað nautið og fórnið fyrst, því að þér eru svo margir, og ákallið nafn yðar Guðs, en leggið eigi eld að. Þá tóku þeir nautið og fórnuðu því og ákölluðu nafn Bals frá morgni til hádegis og sögðu, Bal, svara þú oss. En þar var steinhljóð og ekkert svar. Og þeir höldruðu kringum altarið sem þeir höfðu gjört. Þetta var löng guðþjónusta. Falsspámennirnir kölluðu á nafn Bals allan morguninn og þau voru mjög áhugasamir. Bal, svara þú oss. En það var engin rödd, engin svaraði þeim. Þeir hlöpuðu altarið sem þeir höfðu gjört. Þeir hugsa með sér, við verðum að fá svar. Þeir tölduðu að alls konar dans í kringum altarið geti komið eldinum í gang. Svo þeir dansa, en það er ekki nóg. Og svo var það hádegi að Elísa gat bara ekki verið rólegur lengur. Og það segir hér, en komið var hádegi tók Elía að gjöra gys að þeim og mælti, kallið hárri röddu því að hann er Guð, hann er hugsi, eða hefur brugðið sér burt, eða er farin í ferð. Ef til vill er hann sofnaður og verður fyrst að vakna. Og þeir kölluðu hárri röddu og ristu sig skinnsprettur að sínum sið með sverðum og spjótum uns þeir blæddi. Elía hæddist að þeim, hrópaði hátt því að hann er Guð. Ekki ætla ég að mælast til þess að við hæðumst af fólki, en þetta segir okkur að við getum verið djörf þegar við tölum málið drottins. Við þurfum ekki að skammast okkar fyrir að boða orð Guðs. Þegar þú ert hluti af Elía hreyfingunni, það er þú að koma fram af djörfung. En spámenn Bals hrópuðu bara herra og skáru sig. Þeir reyndu allt til að ná athygli Guðsins. Þeir voru að skera sig eins og þeirra siður var, með hnífum og sverðum, það til blóð rann til að ná athygli Bals. Guð hann krefst þess vissulega að við afneitum synd og spillingu, en að beita sjálfum sér líkamlegt tjón, eins og tilbiðendur Bal gerðu, það er honum ekkert ánægjuefni. Guð hefur ekki krafist þess á okkur. Orð í bæn sem við sögðu eru í öruggri trú og af kærleika til Guðs og manna og af löngun eftir að líkjast frelsara okkar er það sem Guð leitast eftir. Og svo segir hér, en komið var fram á hádegi, komust þeir í Guð móð, það til bera átti fram makfórnina, en þar var steinhljóð og ekkert svar og engin áheyrn. Engin svaraði, engin veitti þeim athygli. Geturðu séð þetta fyrir þér? Þeir komast í Guð móð, mikið sjónarspil, trúarlegt æði. Ef Elía táknar kirkjuna, þá var falsspámennirnir tákn fyrir falskirkjur. Ætli séu fleiri en 850 falskirkjur. Eru sumar kirkjur sem finnst að því meiri líkamshreyfing sem þú hefur í þjónustunni, því meira sé af heilögum anda. Það er ekki endilega þannig. Og svo eru aðrir sem hugsa, svo lengi sem þú hreyfir þig ekki neitt, þá er allt í lagi og fara í hina öfgana. Nei, við viljum ekki gera það heldur. Ég veit að við förum ekki eftir tilfinningum.
við göngum í trú. En það er líka allt í lagi að sína tilfinningar. En ég vil að þú takir eftir þessu, það er mjög öflugt, að spámenn Bals höfðu rifið niður öltöru Guðs og saurgaðu. Og þess vegna vil ég að þú takir eftir því sem gerist hér í versi 30, að þá segir Elía við allan lýðinn, gangið hingað til mín. Honum blæddi ekki og rödd hans var ekki hás. Hann virtist vera eini skynsami maðurinn í hópnum. Og svo segir hér að allur lýðurinn gekk til hans. Og hvað gerir Elía? Það segir þarna, þá reisti hann við altari drottins niður hafði verið rifið. Hann kom altari drottins í lag sem var niðurbrotið. Nú kaþólska kirkjan hefur komið ólagi á hverja kenningu biblíunnar á fætur annari á myrkum öldum. Það var hræðilegt fráhvarf, hreinsunareldurinn kominn, limbó, tilbeiðsla á móður Maríu, játning til presta, óskeikuleiki páfans, brauðið og vínið sem á að vera raunverulegt hold og blóð Krists, margar mismunandi kenningar, ódauðleiki sálarinnar, skýrt með því að skvetta fáeinum dropum á ungbarn sem hefur enga skilning á iðrun, sunnudagshelgihald. Allar þessar ólíku heiðnu hefðir komu inn og voru kristnaðar, eins og það geti einhvern veginn gengið upp. Með öðrum orðum, altari tilbeiðslu var brotið niður. En á síðustu dögum hefur Guð reist upp leifar til að endurreisa hluti sem hafa verið brotnir niður, til að endurreisa boðorð Guðs, til að endurreisa hvíldardag Biblíunnar, endurreisa iðrunarskírn með niðurdýfingu, til að endurheimta heilbrigt líf, til að endurreisa skilning okkar á endurkomu Jesú Krists, endurreisa skilning á dauðin aðeins svefn í gröfinni fram að upprisu. Öll þessi ólíku sannindi sem hafa verið brotið niður, þau þarf að endurheimta, endurreisa, þannig að á þessum síðustu dögum er boðskapur Elía, það er boðskapur englanna 3 í Opinberunarbókinni. Það er loka viðvörunin, það er síðasta viðvörun Elía til heimsins. Boðskapur Elía sneri hjörtum feðrana til barnanna og barnanna til feðrana. Er einhver heimili sem að fjölskyldu altarið hefur verið brotið niður? Við erum of upptekin ef við viljum bara ekki gefa því tíma. Og hvert og eitt okkar ætti að hafa tíma fyrir tilbeiðslu á heimilinu, koma saman, lesa úr ritningunum og biðja saman. Lítum á vers 31. Og Elía tók 12 steina eftir ættkvísla tölu sona Jakobs. Þess manns orð drottins hafði komið til svohljóðandi, Ísrael skalt þú heita, og reisti af steinunum altari í nafni drottins og gjörði skurð umhverfis altarið og stærðið reit fara 2 segur útsæðis. Síðan lagði hann viðinn og altarið, hlutaði sundur nautið og lagði það ofan á viðinn. Svo hafðu það í huga að hann færir fórn og miðpunkturinn í þessari frásögn fórnaraltarið. Og svo í 34. versi það segir, því næst mælti hann, fyllið 4 skjólur með vatni og hellið yfir brennifórnina og viðinn og þau gjörðu svo. Og þá mælti hann, gjörið það aftur og þau gjörðu það aftur. Og enn mælti hann, gjörið það í 3. sinn og þau gerðu það í 3. sinn. Geturðu séð það fyrir þér, þeir sækja viðinn, fari nú og sækja mikið vatn. Að þegar þú ætlar að kveikja í, þá þarftu ekki mikið vatn. Kannski bensín eða eitthvað álíka. Þannig að þetta var yfirnáttúrulegt. Stundum mun Guð leiða þig til að gera hluti sem fær fólk til að hugsa að þú sett brjálaður. En það er í lagi því að það er Guð sem leiðir. Og hvers vegna leiddi Guð Elía til að gera þetta? Til að sýna að þetta var ósvikið og sýna að þannig að það sé hafið yfir allan vafa hvað Guð ætlaði að gera. Og svo vil ég að þú takir eftir þessu. Þetta er kraftmikið í 37. versi. En í það mund matfórnin skyldi frambera
gekk Elía spámaður fram og mælti: Drottinn Guð Abrahams, Ísaks og Ísraels. Sjáu þið þetta? Trú feðranna, sætta sonu við feður. Og hann heldur áfram og segir: Láti í dag kunnugt verða að þú ert Guð í Ísrael og ég þjónn þinn, og að ég hafi gjört alla þessa hluti að þínu boði. Bænherr mig, Drottinn, bænherr mig, að líður þessi megi komast að raunum að þú, Drottinn, ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Snýrð aftur hjörtum þeirra. Hann er að kalla eftir vakningu. Hann er að kalla eftir því að hjörtu þeirra megi umbreytast. Og síðan 38. versið: Þá fjall eldur Drottins niður og eyddi brennifórninni, viðnum, steinunum og grassverðinum, og vatnið í skurðinum þurrkaði hann einnig upp, og allur lýðurinn sá það, féllu þeir fram á ásjónu sína og sögðu: Drottinn er hinn sanni Guð, Drottinn er hinn sanni Guð. Geturðu séð þetta fyrir þér? Allir eru upphrifnir af Elía, fylgjast með hverri hreyfingu hans og hlusta á hvert orð. Og Elía biður, og svo kemur svar við bæn Elía: kraftmikill eldur Guðs. Og ég trúi því að þar hafi nærvera Guðs verið á ferðinni. Hann kom í eldi og hann lét rigna niður eldi. Ég trúi því að það hafi verið sjálfur Guð. En ég vil að þú takir eftir því að eldurinn féll á fórnina. Boðskapur Elía snýst alfarið kross Krists. Hvað táknar fórnaraltarið? Það táknar Golgata. Guð er eyðandi eldur og Jesús þurfti að finna fyrir þeim eldi á Golgata, á krossinum. Og það segir hann þegar hann segir: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og Jesús á þeirri stundu tók við brennandi reiði Guðs. Og hversu þakklátt við getum verið fyrir að Jesús greiddi gjaldið fyrir syndir okkar. Og Elía, hann er fyrirmynd kirkjunar, og kirkjan á að upphefja boðorð Guðs, en alltaf í samhengi við kross Jesú Krists. Ef þið langar að vera þáttakandi í að bera út boðskap Elía, þá þarft þú að gera þér grein fyrir mikilvægi boðorðana. Kirkja Guðs er kirkja sem virðir öll boðorðin, og þar með 7. daginn. Viðurkenna að Jesús hvíldist í gröfinni á 7. deginum. Enginn getur sagt að það hefur bara verið einhver dagur. En ég vil að þú hugsir þetta. Jesús dó af sundur mörðu hjarta á krossinum á Golgata til að lækna hjörtu okkar. Þannig læknar hann brotin hjörtu. Hann sér tárin renna niður kinnar okkar eða tárin innra með okkur. Jesús á krossinu með útrétta arma var í raun að segja: ég get læknað þig, ég get bjargað þig, ég elska þig, ég hef leyst þig, ég hef keypt þig, þú ert minn. Og svar okkar: já, Drottinn Jesús. Og það er svo margt áhugavert varðandi það hvað margt er líkt með þjónustu Elía, Jóhannes skírara, Jesú og svo kirkjunni. Elía fór í felur í 3,5 ár. Hann var í felum og var í flótta. Og ég hugsaði Jesú sem var á flótta í 3,5 ár. Hann predikaði í einu bæ þar til honum var hafnað og hann fór í annan bæ. Og hann segir: refar eiga greni og fuglar heimis hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfðu sína halla. Hann þurfti að fara frá einum stað til annars. Og hvers vegna? Vegna þess að þeir voru að ofsækja hann. Og getur þú séð hliðstæðuna. Og þegar Jesús var á krossinum, þá á vissan hátt, þá féll eyðandi eldur. Og svo á hvítasunnudag, sjáðu hér með mér í Postularsögunni kapla 2 á hvítasunnudag, og gískað á hvaða boðskapur var þar. Sjáðu hér í versi 22-24. Ísraels menn, heyrið þessi orð: Jesús frá Nasaret var maður sem Guð sannaði yður með kraftaverkum, undrum og táknum,
Guð lét hann gjöra meðal yðar, eins og þér sjálfur vitið. Hann var framseldur og fyrir huguður ráði Guðs og fyrir vitund, og þér letuð heiðna menn negla hann á kross og tókuð hann að lífi. En Guð leysti hann úr nauðum dauðans og reisti hann upp, en það gat það aldrei orðið að dauðinn fengi haldið honum. Og takið nú eftir í versi 36. Með öruggri vissu vitið þið öll Ísraels ætt, að þennan Jesú sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottna á Kristi. Ef þið heyrðuð það var sem stungið var í hjörtu þeirra, og þeir sögðu við Pétur og hinn apostolana: hvað eigum við að gjöra, bræður? Og Pétur sagði við þá: gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krist til fyrirgefningar syndar yðar. Þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda, því að yður er ætlað fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kallar til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann ámyndið þá og sagði: látið frelsast frá þessari rangstónu kynslóð. Og hvað sagði hann? Ég skal segja þér að boðskapurinn frá Elía var: hversu lengi ætlið þér að haltra til beggja hliða? Gerðu upp huga þinn. Og á hvítasunnudag sagði Pétur: gerðu upp huga þinn. Þú krossfestir Jesú, hvað ætlar að gera? Og svar fólksins var: við krossfestum Jesú. Hvað gerum við nú? Og hann segir: gjör iðrun og látið skýrast. Og 3000 svöruðu og létu skýrast þennan dag. Og sérðu að eftir 3,5 ár bað Elía og eldur féll, og sérðu að eftir 3,5 árs opinberra þjónustuna Krists féll eldur á Golgata. Fórn Jesú var færð svo að við getum verið frjáls. Og ég vil að þú hugsir þetta vers 47. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en Drottinn bætti daglega við í hóp þeim frelsast létu. Og Biblían talar að Elía komi aftur. Kom Elía aftur? Já og nei. Við fengum sýnishorn af því í hvaða anda hinn sanna kirkja starfar. Boðskapur Elías snýst að virða boðorð Guðs og kross Krists. Hinn sanna kirkja flytur boðskap Elía, og það segir frá því í Opinberunarbókinni 14:12, þar sem segir: hér reynir á þolgæði hinna heilegu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Eins og Elía boðaði, hversu lengi ætli þeirra haltra til beggja hliða. Þannig boðar hinn sanna kirkja mikilvægi þess að varðveita boð Guðs. En við verðum líka að muna eftir fórnaraltarinu, lambinu sem slátrað var. Boð Guðs ásamt trúni á fórn Jesú. Það boðskapur Elía. Elía og Jóhannes skírari eru týpur af kirkjunni, og það sem áhugavert við þá að þeir voru öðruvísi. Og ég vil að þú hugsir út í það. Þeir voru öðruvísi, og Biblían segir frá því af góðri ástæðu. Loka tíma fólk Guðs eins og Elía, eins og Jóhannes skírari, þeir eru í minnihluta og eru mjög öðruvísi. Vertu til í að vera öðruvísi. Við erum kristin, og sem kristin erum við öðruvísi. Við neitum að gleyma Jesú þegar það getur verið vandræðalegt. Og fólk mun taka eftir því. Öflugasta vitnið í kirkjunni fólk sem öðruvísi. Stundum gætur verið einmana. Hugsaðu þá Elía eða Jóhannes skírara. Vertu fús til að skína fyrir Jesú. Ekki hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Hugsaðu hvað Jesús finnst. Gaktu með Jesú. Snúum hjörtum okkar til Jesú, því að það trú feðra okkar. Og byggjum þess að í þessari kirkju muni Guð veita iðrun og vakningu. Og það allt í lagi að tala Jesú þegar þú ert með vinum þínum, og þú getur sagt: þeir muni halda að ég sé skrýtin. Og hvað með það? Það ekki það versta sem getur komið fyrir þig. Því stundum eru þeir sem halda að þú sé skrýtin, innra með þeim heilagur andi að störfum. Og það að hafna Jesú gerir þig meira skrýtin. Reyndar það uppreist. Við þurfum að þrá meira en trú,
þrá meira en trúarbrögð. Við þurfum að þrá nærveru heilags anda. Það er boðskapur Elía. Fórnin er miðpunkturinn í boðskap Elía sem bendir á Jesú Krist. Fórnin er brátt, en brátt kemur hann sem konungur okkar. Hann er lambið sem slátrað var, æðsti prestur okkar og komandi konungur. Ert þú til í að vera öðruvísi? Þú ert það nú þegar og það er fallegt. Svo við skulum vera fólk Jesú Krist og bera sannleikanum vitni eins og Elía og Jóhannes skírari. Amen.